Víg Gunnars. Þetta 77. kafli í Njálu. Gunnar vaknaði í skálanum og mælti: Sárt ert þú leikinn, Sámur fóstri, og búið svo sé til ætlað að skammt skuli okkar í meðal. Skáli Gunnars var gera viði einum og súðþaktur utan og gluggar hjá brúnásunum og snúið þar fyrir speld. Gunnar svaf í lofti einu í skálanum og Hallgerður og móðir hans. En þeir komið að bænum vissu þeir eigi hvort Gunnar myndi vera heima. Gissur mælti að nokkur skyldi fara heim á húsin og vita hvað af kannaði, en þeir settust niður á völlinn á meðan. Þorgrímur Austmaður gekk upp á skálan. Gunnar sér að rauðan kyrtil ber við gluggann og leggur út með atgerinum á hann miðjan. Þorgrími skruppu fæturnir og varð laus skjöldurinn og rataði hann ofan af þekjunni. Gengur hann síðan að þeim Gissuri, þar þeir sátu á vellinum. Gissur leit við honum og mælti: Hvort Gunnar heima? Vitið þér það, en hitt vissi ég að atger hans var heima, segir Austmaðurinn. Féll hann þá niður dauður. Þeir sóttu þá heim að húsunum. Gunnar skaut út örum að þeim og barðist vel og gátu þeir ekki að gert. Þá hljópu sumir á húsin upp og ætluðu þaðan að sækja. Gunnar kom þangað að þeim örunum og gátu þeir ekki að gert og fór svo fram hríð. Þeir tóku hvíld og sóttu að í annað sinn. Gunnar skaut enn út örunum og gátu þeir enn ekki að gert og hrukku frá í annað sinn. Þá mælti Gissur hvíti: Sækjum að betur, ekki verður af oss. Gerðu þeir þá hríð hina þriðju og voru við lengi, eftir það hrukku þeir frá. Gunnar sá að ör lá á þakinu og fannst fyndið til þess að hugsa að taka hana og skjóta þá með þeir eigin örvum. Hann teygði sig út, tók örina og skaut, hitti að sjálfsögðu skotmarkið. Árásarmennir sem voru við það að gefast upp töldu að Gunnar hlyti að vera búinn með sínar eigin örvar fyrst hann væri farinn að taka þær sem þeir skutu. Það gaf þeim kjark til að halda áfram. Mörður vildi ljúka málinu með grimmilegum hætti. Mörður mælti: Brennum vér hann inni. Gissur sem leiddi hópinn sagði að það myndi hann aldrei gera, ekki einu sinni þótt líf hans lægi við. Mörður stakk þá upp á því að þeir myndu nota reipi sem þarna lá hjá og rífa þakið af húsinu. Þeir gerðu það, og áður en Gunnar vissi af var þakið farið af húsinu og liðið komið í enn eina árásina. En Gunnar átti nógu örvum og þeim tókst engan veginn að komast að honum. Þá stingur Mörður aftur upp á því að þeir kveiki í bænum. Gissur reiðist og segist ekki skilja hví hann stingi upp á því sem engin annar vilji. Það verði aldrei kveikt í bænum. Skyndilega kemst einn árásarmannanna í færi við Gunnar og nær að skera sundur bogastrenginn. Gunnar grípur atgerinn og verst og drepur þá sem að sækja. Þeim tekst þó að koma á hann höggum, en Gunnar bregst hvorki við sársakanum né sárum. Hann kallar á Hallgerði og segir henni að skera dálítið af hennar síða hári og flétta það í nýjan bogastreng. Hallgerður spyr hvort það sé mikilvægt. Hann segir þessi spurning um líf og dauða. Hann verði ekki drepinn svo lengi sem hann hafi bogann. Hallgerður segir að þá ætla hann að launa honum kinnhestinn og sér slétt sama hvort Gunnar degi fyrr eða seinna. Móðir Gunnars verður Hallgerði mjög reið og skammar hana. Gunnar segir hann ætla ekki að suða í henni með þetta. Eftir að Gunnar misti bogann komist þeir nær honum. Hann barðist mjög vasklega og særði 8 menn í viðbót, en varð á endanum svo móður að hann féll niður. Þá réðust þeir á hann og stungu og hjuggu hann afláts. Hann slapp þó aftur í burtu og varðist eitthvað enn. Loks kom þó að því og hann var drepinn. Hann særðist og dó á þess að sýna svipbrigði eða önnur merki sársauka. Gissur stóð við Gunnar í dauðum og lofaði hann mikið og sagði að hann hefði varið svo hetjulega að svo lengi sem Íslendingar væru til myndu þeir muna framgöngu hans. Hann fór svo til móður Gunnars og bað leyfi til að heyja þá 2 menn sem höfðu dáið á jörðinni. Hún sagðist vera með til í að jarða þá alla saman. Hann sagði skilja reiðinnar og ákvað að þeir skyldu ekki valda frekari skemmdum eða tjóni og fara nú heim.